Já, verið velkomin í tæknihotni hérna í Game TV. Þar kíkjum við á nýjustu græjurnar og þessa vikuna ætlum við að kíkja á Nintendo Switch tölvuna sem var að koma út núna á dögunum. Og ég hef fengið Daniel til mín hérna. Ef einhver veit eitthvað Nintendo þá þú. Verður velkomin. Já, þakka þér fyrir. Hvað er að gerast? Þú er alltaf verið svona Nintendo fan bara frá upphafi. Já, ég er bara frá Nintendo 64. Aðeins að kynnast henni þá og 3D þá. Og nú er það Switch tölvan. Nú er það Switch. Og þeir eru svona, fara alltaf svona öðruvísi leiðir í þessum tölvum. Já, þær eru svona eigin leið. Það er alltaf að tala um næsta kynslóð og Xbox og PlayStation og keppa hvernig. En Nintendo eru bara algjörlega á sinni eigin leið. Bara, veist, já. Og hvernig líst þér á þetta? Getur þú líst þér svona stuttum máli? Hvað eru við með hérna? Þetta er sem sagt leikjatölvan eða spjaldtölvan, leikjaspjaldtölvan eins og maður kalla. Hún er ekki stærri en þetta. Þetta er bara nýja tölvan? Já, þetta er bara svona, þú veist, þú ert með PlayStation svona einhver hlunk, en þetta er bara allt í þessu. Þetta er tölvan og allir leikir í þessu. Og hérna erum við með, já, stýripinna. Þetta þeir nefnast Joy-Con og hérna með vinstri Joy-Con og hægri Joy-Con og þeir þjóna nýju hlutverki núna. Þetta eru svona motion ennþá, það er ennþá að púsa það, motionið í gang. Og þarna ertu með hérna nýjan fítur sem heitir HD Rumble, það er svona titrari. Já, inn í þessu? Já, hann á að vera að víbra hérna allan, hvað segir maður, allan lengjuna og mismunandi styrkleika og annað. Og sem sagt, þessu hérna er bara, ég ætla að sýna þér örsnögt, þessu er hérna bara smelt hérna í raufina. Já, ok. Bara svona og fær klikkið þá veistu að þetta sé byrjað, komið og nú ertu bara sem sagt byrjað. Það er bara tölvan klár þarna? Já, og við köllum þetta handheld mode. Nú er þetta bara eins og lóatölva, eins og PSP og annað. Og þú getur spilað þetta leikinu bara þarna? Já, nú get ég bara farið, þú veist, hvað sem er. Ég get farið heim til vini mína, bara eins og hann er og haldið áfram, spila leikina bara í freka góðu gæðum. Ok, bara og fýtt skjár og þetta er svona eitthvað snertir skjár, er það ekki? Já, multitouch. Það var eins og Wii U, það var svolítið fett með það, þá kannski bara verið með svona single touch. Nú eru komið með multitouch sem getur þjónað kannski snjallsíma leikjum sem getur komið út af þetta og annað. Ok, en ef maður vil síðan skjóta þessu á sjónvarpi, það er hægt líka, ekki? Já, þetta er ekki flókið það. Þá ertu með hérna dokku. Dokkan þjónar eiginlega bara einu tilgangi, það er að skjóta varpaða myndina á sjónvarpið. Og þessu bara tengna HDMI í sjónvarpið? HDMI og smeltur hérna á. Svo bara pluggar hérna og á augabragði. Augabragði svona varlega og þá er þetta komið. Svo tengir þetta bara upp og þá ertu bara að koma með stýripinna. Glæsilegt. Og þegar hún er hérna, þá fylgir þetta með líka? Já, þetta er sem sagt, ef þú vilt fá eins og segja, nú erum við með stýripinna svona En þú getur alveg unnið með það þannig? Já, algjörlega. Svo hérna, til að búa til svona stýripinna eins og við þekkjum á best, PlayStation allavega, þá smellir þau saman og þá ertu komið með eins og segja svona aðeins betra look sem þú kannast kannski meira við. Já, þetta eru töfrar. Svo ertu að kaupa venjulega stýripinna líka? Já, Pro-pinnan. Og hann er bara svona, þetta er svona líkingu við eitthvað. Akkurat, hann er svona aðeins meira svona, maður þekkir betur. Hvernig með svona, við byrjum þetta saman við tölvurnar eins og grafík og svona, er hún jafn öflug eins og PlayStation og Xbox One eða er þetta svona svipað? Nei, hún er ekki öflug. Jafn öflug það er bara vitamál. Já, en Nintendo keyrir náttúrulega meira á einhver svona gadgets eins og þetta. Þeir eru með sinn eigin hardware og vita hvernig hardware er og svona framlega leikina í takt við það. Valmyndin er einföld. Já. Það er bara pop-up leikirnir hérna, eða ekki? Jú, ég held að þetta getur ekki einfaldara. Þetta er bara eins og segja, þetta er bara leikirnir eru hérna. Og einhverju stillingar, búðinn, myndagalleri, stöðu fjastringur, batteri og annað og svo bara slímót og annað. Og er mikið af leikinn komið út? Ég held þessi 14. 14 leikir? Eða telur með leikinn, indie-leikinn sem er í tilbúðina, eitthvað svoleiðis. Ok, en það eru konur 2 núna, er það ekki út svona? Já, ég held þessi alls 5. Legend of Zelda og 5 núna? Já, ég held þessi Bomberman, Just Dance og Skylanders sem eru konur á vélina. Ok. Og leikinnir eru á svona litlum svona kortum? Já. Það er ekki diskar eða neitt? Þetta er að minnsta sem ég, þetta er bara svipað DS. Já. Þetta er ekki stærra en þetta. Og því er bara smelti hérna í ykkur hólur hérna og slæta þeim og leikinnir eru sem sagt bara tilbúnir á vélina þarf það ekki inn. Kannski day one patch eitthvað svoleiðis. Ok. Bara glæsilegt. Og hvernig ertu ánægður með vélina sem Nintendo maður? Hvernig þú eru örugglega miklar væntingar? Algjörlega. Þessi vél kom með Zelda, þannig að og þetta er ný Zelda, við erum búin að bíða eftir Zelda, nýjum almennu Zelda-leik í ég veit ekki 6 ár svona frá hvenær og svo. Ég er búin að bíða 45 ári, ég hef aldrei spilað Zelda-leik. Aldrei spilað Zelda-leik. Þetta er leikur sem þú ert að byrja á. Ef þú vilt byrja einhvers þar, þá er þetta leikurinn fyrir þig. Já, ok, ég ætla að fara í það. Ok. Þannig að þetta er klárt. Þannig að þú myndir segja bara
bara topp vélfræðin, bara góð byrjun eða ekki? Já, mjög svo, og það verður bara spennandi að sjá eins og núna það ekki mikið leikjum, ekki mikið úrval. Það að koma remaster-útgáfur í næsta mánuð, Mario Kart og annað og svo fer bara allt eftir því hvernig third-party stuðningur verður frá öðrum framöndum, hvernig, já, fer með vilna. Já, eða FIFA eftir að koma, þeir náttúrulega alltaf að vera duglegir með sína eigin góra. Já, svo segir, já. Og það Nintendo alltaf gengið út á Mario og Zelda og þessa leikir, þannig að það bara lítið mjög út. Heyrðu, en ég ætla svona bara að þakka þér kærlega fyrir þetta, vaðið ekki nú vélina, en ég ætla að skora á því hérna í One2 Switch. Já. Þú til í þetta? Ég til í það. Og hvað hérna, þú ert eitthvað að tala um þetta að sleikja leikinn? Já, voru að prófa það. Á hverju? Þetta er surprise. Með hverju einasta leik kemur nýtt bragð. Nei. Og ég sleikja leikinn? Já. Af hverju það gert? Það kemur ljós. Nei, alveg? Já. Ekki plastið, en þú verður plastið utanum, ekki hérna límmiða núna. Ekki límmiða? Hvað? Plastið utanum? Já, ok, svona hliðina. Já. Nei, alveg? Tungur bara. Og hvað nú? Nei, duglega. Já, koma svo. Ég ekkert að fara að gæla við leikinn, hvað það? Nei, smakka náttúrulega. Hvernig smakka? Þetta bara skrítið. Ekkert svona bestbræðið? Hvað varst það að setja eitthvað? Hvað varst það að setja á þetta? Nintendo er allavega þekkt yfir það? Nei. Það er víst búið að setja eitthvað svona olíu svo að koma með fyrir. Olíu? Eitthvað svona. Svo með fyrir að fólk gera börn hérna að borða í leikina, þannig að þau skipa sig. Já, fínt fyrir að segja mig það. Já, ok. Glæsilegt. Skilst það sér verða að bræða að selda. Það er svo mikilvægur leikur. Já, ok. Fínt. Þannig ég er búinn að sleikja af olíu sem á að varna börnum að borða leikina. Frábært. Geðveikt. En þakka þér kærlega fyrir þetta. Já, þú mátt setja hann í vél. Ég kemur ekki alveg leiknum. Já, takk fyrir þetta. Ég er búinn að sleikja þetta. Smellt honum í.